Góða kvöldið. Grétar Mar heiti ég og gestir í spjallinu hjá mér í kvöld eru tveir. Það er Artúr Bogason, formaður smábátafélagsins, og Heimir Már Pétursson sem er framkvæmdastjóri þingflokks fólksins. Og mig langar nú til að byrja þetta á því að spyrja Heimir, hvað er að frétta úr þinginu í dag? Já, sko, nú er það svolítið snúið, Grétar, vegna þess að þátturinn er tekin upp. Þegar við erum að tala á áhorfendur horfan, þá var hann tekin upp í gær. Já. Og þannig að ef við miðum stöðunni svo var í gær miðvikudag, þá var 7. málþófi að hefjast klukkan þrjúleytið og sá ekki fyrir endan á því. En það er auðvitað búið að halda nú þegar bara stjórnarandstaðan. Fyrsta daginn sem að önnur umræða fór fram, tóku stjórnarliðar þátt í umræðinu og komu sjónarmiðum stjórnarflokkana á framfæri. En eftir að þeir fóru að tala einir, hafa þau haldið og flutt yfir 1200 ræður og andsvör. 1200? Yfir 1200 ræður og andsvör, vel yfir 60 klukkutímar í það sem er 1,5 vinnuvika. Það er að koma ýmsi verk á 1,5 vinnuviku. Fyrir 27 manns á 1,5 vinnuviku geta gert ýmislegt. En það hefur ekki skilað miklu þarna. Og það sá ekkert fyrir endan á þessu síðastri vissi á þessu málþófi sem þetta auðvitað er og ekkert annað. Já. En það auðvitað eru þreifingar í gangi á milli þingflokksformanna stjórnarflokkana og stjórnarandstöðuflokkana. Og vonandi sér nú fólk ljósið vegna þess að það er algjör einhugur í liði stjórnarliðsins að koma veiðigjalda frumvarpinu í gegn í lög. Þetta er sanngjarnt frumvarp, sanngjörn lög sem þjóðin hefur kallað eftir árum saman að greitt sé eðlilegt gjald af aðgangi að fiskveiðiauðlind þjóðarinnar og auðvitað hefur stjórnarandstaðan ekki neitunarvald gagnvart meirihlutavilja þingsins hvaða mál komast til atkvæðagreiðslu. Þannig að ég vona heitt og innilega að þetta fari nú að rjátla af þeim og það verði samið þinglok og ekki þá bara þetta mál vegna þess að það eru mörg önnur mikilvæg mál sem bíða afgreiðslu. Má það nefna almannatryggingalög, breytingar á almannatryggingalögum sem að færa öryrkjum og ellilífeyrisþegum miklar kjarabætur, staðfesta samningin í lög réttindi fatlaðra frá Sameinuðu þjóðunum, kílómetragjald sem þarf að komast inn í staðan fyrir olíugjald sem fellur þá niður og bensín lækkar þá 70 krónur á dælu vegna þess að tekjur ríkissjóðs hafa náttúrulega fallið mjög saman eftir rafvæðingu bílaflotans og það þarf einhvern veginn að láta bílaflotan áfram greiða af því og mörg fleiri mál. Það býða líka að afgreiða fjáraukalög sem að þýðir að sé hægt að fara að bjóða út vegaframkvæmdir strax núna á þessu sumri. Þannig að það geti mikilvægar innviðabætur á vegum landsins geti hafið strax og þannig mætti lengi telja önnur mál sem býða og þannig að. En það sem mig langar kannski mest að vita, það er náttúrulega veiðigjaldsmálið. Já. Síðan strandveiðarnar. Já. Og grásleppufrumvarpið og svona þessi helstu mál sem snúa að sjávarútveginum. Já, ég held að strandveiðarnar hafi verið, ég held ég geti fullir það, afgreiddar nefnd á miðvikudag. Og mér skilst að þessi líkur á því að grásleppufrumvarpið kom út og nefnd í dag. Það er að segja þegar þessi útsending á sér stað á 50. Þannig að þau mál eru þá komin til annarar umræðu og það er mikilvægt skref að þau séu komin þangað og ég held að sé nú meiri sátt svona þó það sé ekki nósarmönnum að afgreiða strandveiðifrumvarpið og ég held að það hljóti nú að fara í gegn og enda allar ríkisstjórnin sér að standa við það að það verði 48 dagar sem að verði gefnir til þeirra. Já. En Artúr. Já. Í fyrsta lagi, hvernig er fiskirið í dag á strandveiðiflotanum? Þetta er búið að vera alveg þokkalega gott og í mörgum tilfellum bara mjög gott fiskirið. Já. Það hefur aðeins dregið úr fiskiríinu miðað við síðasta ár hérna á þessu D-svæði, það er að segja frá Faxaflóa og að Höfn í Hornafirði. Já. Það eru þó alveg blettir það sem eru að fiska bara mjög vel. Já. Annar staðar hefur bara gengið ágætlega
eins og landsmenn urðu nú ágætlega varið við, þá kom nú bara heil vika sem að datt út bara vegna veðurs. Bara bræla. Já, þetta eitt af því sem við vorum búin að marg benda á að yrði hluti af raunveruleikarum þegar væri farið að setja kerfið í gang árið 2025 en það voru hinir þessir menn að spá því að við þyrftum 30.000 tonn og ég hefði alveg viljað bara fá það strax staðfest en það verður nú kannski ekki. Hvernig sýnist þér veiðin vera að dreifast með að þetta 10.000 tonna mark og með þá dagar sem búnir eru heldur að á þessum 48 dögum að veiðin fari langt yfir þessi 10.000 tonn? Ég myndi spá því ef að verður svona hliðstætt veðurfar og annað miðað við síðast ár, þá myndi ég segja veiðin geti farið í svona 14.000 tonn. Það nú öll ósköpin. Og það þrátt fyrir að bátunum hafi fjölgað einhverja tugi, 46 báta, eitthvað, ég man ekki nákvæmlega, að þá hefur heildaraflinn miðað við daginn í gær, miðað við sama dag í fyrra, þá heildaraflinn 11% minni heldur en í fyrra. Og það ég held að sé ýmislegt sem skýrir það. Í fyrsta lagi þá hefur það ræst sem að við sögðum mönnum, það ekki hlustað á okkur, að það myndi færast ákveðin ró yfir mannskapin. Við það að vera með þá hreinu að þau megir veiða 48 daga, það að segja, það undanfarin ár þá hafa 2% manna náð að veiða 48 daga þegar þeir hafa verið lifðir. Og þannig að vera að reikna út með 700 eða 800 báta sinnum 774 kíló dag. Mér alveg óskilinlegt hversuna menn láta sér þetta í hug að setja fram. En þetta hljómar einhvern veginn vel í eyrum þeirra sem eru bara einfaldlega á móti þessum veiðum. Já, og bara fólk sem ekkert þekkir og ekkert veit. Ég hef einmitt fengið svona spurningar, en svona bara sem dæmi þegar við erum að tala 48 daga, þá verið að tala það að menn megi velja úr 48 dögum þá daga sem þeir mögulega komast á sjó. Það ekki þar með sagt að þeir komist alla þessa 48 daga. Og nýtingin undanfarin ár, hún rétt rúmlega helmingur á dögum. Það nú allur hryllingurinn sem blasir við íslenskum sjávarútvegi. En af málflutningi bæði ýmissa þingmanna og hvað þá annarra samtaki. Þú ekki bara 3 dagar í viku? 4 dagar í besta falli, ef það gefur alla dagana. Og svo eru enda detta út dagar vegna þess að það eru svo kallega rauðu dagar eins og 17. júní og annar í Hvítasunnu og svo fleiri dagar þar fyrir aftan. Til dæmis núna máttum við ekki byrja fyrir 5. maí þó að sé talað að menni hafi þessa 48 daga frá maí, júní, júlí og ágúst og svo framvegis. Þannig að allar þessar óskaplugu aflaspár sem þar munu því miður ekki rætast. Ég væri alveg ofsalega gladur ef að væri komin 15.000 tonn í land og væri önnur 15.000 tonn á leiðinni. Það væri frábært. En ertu með tölur yfir það sem vertíðinni, hvað meðal dagaflin á bát? Framkvæmdastjórinn hann sagði mér þetta nú bara fyrir svona cirka 2 klukktímum en heldur að fari að meðaltali yfir þessi mörk sem hérna eru á dag? 744 kíló. Þetta meina 774 sinnum bátafjöldin sinnum 48. Nei, bara sem að hérna ekki, það takmark fyrir hver bátum að koma með á hverju degi, ekki? Jú, 774 kíló. Og þessna spyr ég hvað heldur að meðalveginn hafi verið heldur að farið á dag yfir þetta? Ég held að sé 670 kíló meðaltal með það sem afverð. Já, þannig að það hefði ekki náð að fara í leyfilega magnið meðaltali. Þetta þýðir auðvitað einhverjir meira og aðrir minna. Einhverjir fara jafnvel aðeins yfir því miður og hefur nú lengi talað fyrir því að það sé tekið á því og mér sýnist nú að það eigi að gera það en það sem sagt meðaltalið á dag, hann var að segja mér þetta 400 tonn á dag eða rétt innan við það. Meðaltalið. Já. En miðað við þessar útreikninga sumra þingmanna og náttúrulega hvað þá SFS LU að þá hefur átt að vera að veiða svona cirka 650 tonn á dag. Það strax komið alltaf mikið bíl en ég vil bara fá þessi 150 tonn. Í viðbót. Já.
Já. En þetta En það var stórskref að fá 48 dagana sem að Flokkur fólksins lofaði og stóð við. En sko, málið það og það það sem svo kaldhæðnislegt. Þetta búið að standa í lögum í mörg ár. Það stendur í lögum stjórn fiskveiða að þeir megi róa 48 daga í maí, júní, júlí og ágúst. Já, svo reglugerðin. Síðan kemur bara næsta paragraf sem segir ef að veiðin fer fram yfir það sem áætlað á þessa báta á Fiskistofa stöðva veiðarnar. Þetta eins og sko að taka í endina og sparka í raskat til þar. En það hefur auðvitað sagt eins og þið hefur verið að tala að sko ef dagarnar eru farið þá hafi meiri sperringur í mönnum að komast á sjó og ljúka af. Já. Þetta setur bara spennu á menn. Meira afslappaði núna kannski. Já, það akkurat það sem ég veit marga trillukalla sem ætla ekkert að vera í júlí. Þeir ætla bara að hætta núna. Þeir eru búin að fá nóg, búin að vera í 2 mánuði og ætla bara að slaka á og fara í sumarfrí með fjölskyldunni og svo nokkur ár þá höfum við fengið hringingar á skrifstofuna þegar sko hefur verið komið fram í júlí. Og þá höfum við verið að anskotast á ráðunettinu og fleirum að reyna að bæta eitthvað við þegar þeir geti haldið áfram að róa. Það alltaf nokkru sem ringja og segja, í Guðvarnabænum er ekki að þessu, því að við bara erum algjörlega búnir að því. En það nú fleira sem að kemur þá inn í, sko. Þá fiskiríið yfirleitt, það reyndar, hefur verið þokkalegt fiskirí bara fyrir norðan og austan og allstaðar, að þá betra fiskirí að bresta á seinni hluta tímabilsins fyrir norðan, norðaustan og austan. En þetta náttúrulega margbreytilegt. En ekki þörf á að gera meiri breytingar heldur en að hækka veiðileyfagjöldin og annað í íslensku sjávarútvegi? Þarf ekki að taka á vigtunarmálum og öðru þess áttar? Jú, náttúrulega það alveg vitað að þessi vigtunarmál eru nú svona eitthvað út og suður. Það bara, það svo merkilegt með það, sko, ef að eftirlitsmenn eru á ferðinni, þá vigtast með ákveðnum hætti. Þeir eru farnir, þá vigtast allt öðruvísi. En það virðist ekki nein lög eða reglur ná yfir það að það sé einhvern veginn hægt að króa þetta af. Já, náttúrulega meðan við erum með fyrsta lagi heimavigtunarleyfi. Þar sem þú þarft ekkert að fara með neitt á Hafnarvog. Það eru bara teknar pröfur úr körum beint upp í fiskhúsi sem að skipin að landa bara við hliðina á fiskhúsinu. Eins og í okkar tilfelli, sko, þá hafa menn verið alveg sáttu við það ef að það sem eru flokkarar. Að ef að strandveiðimenn að landa og þetta fer í flokkun, að vigtin sem kemur úr flokkaranum, það rétt vikt. En núna verið að tróða því að setja einhverja bara jafnaða prósent á ís sem að má dragast frá því sem viktast á Hafnarvog. Þú getur farið á netti og séð að það eru þó nokkrir sem farin að tala um það að þeir þurfa að fara að spara ís. Þeir hafa engan áhuga á því að borga aflagjöld og hafnagjöld og hvað af ís og krapa. Ég hefði haldið að það ætti frekar að íta undir að menn ísuðu svona kannski meira en 30. Nei, það farið í hináttina. Já, það náttúrulega kolröng leið. Það alveg galið. Það miklu betra að vinna því að allir fiskmarkaðir séu með flokkar. Og umverulega jafnvel að setja fiskmarkaðunum þau skilyrði að þeir geti flokka fisk. Þannig að það verði ekki neitt vigtarsvindl í kringum það. Og svo náttúrulega úrtaksvigtunar heimildin sem liggur í því að þú landar í körum fiski og hann fer upp á Hafnarvog og vigtaður þar. Svo farið með hann upp í fiskhús og svo kemur bara skeiti frá fiskhúsinu á Hafnarvogina 20% ís, 15% ís. Já, sko, Hafnarvogin má bara draga frá 3%. Já, beint. En þegar að búið að taka íspröfuna af upp í fiskhúsi, ef þú ert með úrtaksvigtunar heimild. Já, sko, eins og ef við förum bara upp á Snæfellsnes, það sem miklum aflægilanda, þá fer þetta allt á, sem sagt, í flokkun. Já, á fiskmarkaði, en þeir sem að kaupa af sjálfum sér. Ég held að sé nú ekki neitt rosalega mikið af því.
Það eru fjölmargir sem kaupa sjálfur sér. Lungin af strandveiðiflotanum Já, strandveiðiflotin þeir gera þetta allir eða flest allir. Já, langflestir. En þeir sem að landa afla frá sjálfum sér, stórútgerðin, hún með annað heimavigtunarleyfi eða úrtaksvigtunarleyfi og þeir halda að gera þetta allt öðruvísi. Já, ég held að þeir gera þetta þannig að þeir tapa ekki á því, sko. Þeir tapa ekki á því. Já, svona mig grunar það. Nei. En þeir leika þetta í sumum tilfellum. Og sumum tilfellum hefur það komið fyrir að menn að koma jafnvel með bátana og skipin úr slip og fara og að taka ís borð, fara í sjóferð og eru jafnvel úti í 4-5 daga og koma með jafn mikið ís á landi og þeir fóru með út. Já, ég hef nú aldrei heyrt um þetta. Þeir eru búin að draga hann frá eftir úrtaksvigtun og löndun. Já, ég hef nú ekki heyrt um svo gróð dæmi en ég ætla ekki það tilfelli í ákveðnum tilfellum þessi. Þetta dæmi með ís og annað algjört eilíða dæmi. Ég man eftir því sem strákur að þegar rækjubátarnir var að koma í land þá kom pabbi fyrst heim að rífa eitthvað í sig að borða og svo rokinn niður á höfn að fylgjast með þegar það væri verið að taka pröfur til að telja hvað verið mörg kvikindi í kílói og þá voru allir kallandi mættir og voru að metast náttúrulega hver væri með fæsta rækjur í kílói, hvað verið með góða rækjur og stóra en það var alveg andað ofan í hálsmálið á eftirlitsmönnum sem voru að koma að telja að það væri nú ekki talið vitlaust og endalaust rifist magn af ís og endalaust rifist hitt og þetta það hefur sennilega ekkert breyst og mun aldrei breytast fyrir en að hver einasti fiskur verður bara talinn. Já, þetta með hversu negi? Já, bara verður telja hvern einasta fisk með því sem með flokkun á fiski, sérstaklega fiski, þá þetta auðvelt, þá veistu hvað þetta eru margir fiskar og þú veist meðalþyngdin á fiskinum og þú veist hvað heildaraflinn vigtaði. Það Þetta eru upplýsingar sem eru til í ákveðnum fyrirtækjum. Ég held ég fari alveg rétt með það að Vísir í Grindavík hafi boðið Hafrannsóknastofnun fyrir einhverjum árum síðan gögn frá skipinu, línuskipunum, þar sem hver einasti fiskur var talinn á rúlunni og ég held hann hafi verið lengdameldur eða eitthvað svoleiðis. Og þetta var bara gögn sem fóru beint í tölvu og hefði verið hægt að fá bara á fingri frá fyrirtækinu. En ég held að Hafró hafi ekki haft áhuga á þessum upplýsingum. Nei. En tækjabúnaðurinn náttúrulega í dag og tæknin er þetta þannig að þó við sem að grínast með að vikta hvern einasta fisk. Það er bara hægt á það alveg þetta útbúa slíkan búnað að hver einasti fiskur sé talinn á nís hverju einasta skipi það er gert í ákveðnum tilfellum. Þetta er alveg hægt að búnaðurinn þetta kostar sitt og allt aðeins, þetta er alveg hægt og gert og ég verð nú að segja auðvitað hefur sjávarútvegur á Íslandi þróast alveg rosalega mikið og vel. Ég man eftir því þegar ég var að byrja að vinna í fiskvinnslu þetta kannski 13-14 ára gamall, hvernig það var þá voru mikla virðingarstöður inn í frystihúsinu að það voru virðingarstöður að komast á flökunarvélina eða á hausunarvélina og svo var það þrælavinna að vera sá sem stóð fyrir framann þessar tvær vélar og tók flökin úr bökkunum og setti þau á rulluband og þeim var svo rullað áfram til kvennana sem að sátu og skáru úr. Tugir kvenna, jafnvel 100 kvenna í stórum frystihúsin sem stóð og skáru úr. Ég fór í hitti fyrra áður öll ósköpin dundu yfir í Grindavík og þá gerði ég frétt og heimsótti Vísi, það fullkomnasta frystihús landsins í Grindavík og mér brá bara gleðilega að koma þeir inn og sjá þær tækniframfari sem orðið hafa og hvað mannaflinn þarf að vera miklu minni og auðvitað það hagræðingin í sjávarútvegi meðal annars í vinnslunni, hvað þarf miklu færra fólk til að vinna verðmætin og vinna aflan, að aflinn fer bara inn á færiband og eftir það kemur hann bara ekki flakaður, hausaður
og snirtur án þess að mannshöndin hafi komið þar nála og síðan hún pakkað og viktað eftir kúnstarnareglum og flokkað þegar hann kemur frá vélunum hann flokkað eftir stærðum allt sjálfvirkt og lausfrist og sett í fínar neytendapakningar eða sendt út ferst þannig að hagræðingin í íslenskum sjávarútvegi hefur auðvitað verið gífurlega á undanförnum áratugum sem gott og hann íslensku sjávarútvegur mjög tæknivæddur, skipin eru mjög góð og það auðvitað hafa útgerðirnar sem hafa safnað í gegnum áratugina út af því hvernig kerfið að sér fiskveiðiauðlindunum að það er auðvitað líka notað tekjur sínar til þess að kaupa fullkomnari og betri skip og það gott, það líka gott fyrir sjómennina en það breytir því ekki að þarna mikill hagnaður á ferðinni hjá þessum allra stærstu þar hagnaðurinn svo gífurlegur að eigi fékk kannski eigum að segja 4 fjölskylda í landinu pluss kaupfélags bara það sem þau eiga í peningum eru kannski langt í 600 milljarðar króna sem risavaxið mikið fétur og horfið til þess að heildarútgjöld ríkisins til þess að þessu ári eru 1.900 milljarðar. Þannig að þetta næstu því þetta næstu einn þriðji af útgjöldum ríkisins. Þannig að þetta eru gífurlega fjárhæðir. Og talandi þetta blessaða veiðigjaldafrumvarp sem að nú ekki meiri breyting en það að hún felur í sér að í stað þess að miða við verð sem verður til í viðskiptum félaga, útgerð og fiskvinnsla sem í eigu sama aðilans að þessum verð sem verður til í þeim viðskiptum milli sama aðila að þau ráði álagningu gjaldsins að þá sem miða við markaðsverð ákveðnum reiknireglum markaðsverð á sem 20-30% afnans á Íslandi og veiðigjaldi miðist í það og svo þegar að vera að tala smerri og meðalstórar útgerðir sem að stjórnarandstaðan lætur eins og stjórnarflokkunum sé algjörlega sama og séu bara viljandi og vísitandi að ætla sér að setja heilu byggðarlögin á hausinn og útgerðirnar þessi smerri og meðalstóru útgerðir sem eru því miður ekki orðnar mjög margar í landinu að þá inn í frumvarpinu sem að í meðförum þingsins í nefnd að það var svo afsláttur sem að gefin af veiðigjöldunum aukinn, hann átti að vera minni mig 40% af fyrstu 15 milljónunum og núna komin upp í 65% af fyrstu 15 milljónunum í hagnaði, að hagnaði fyrirtækisins þegar fyrirtæki búið að greiða allan kostnað og greiða allar afskriftir og sínar eigin fjárfestingar inn í fyrirtækinu. Þannig að það er gefin 65% afsláttur. Þetta þýðir í tókinu bara saman lítið dæmi segjum lítil útgerð sem að kannski 300 tonn. Og miðað við bara 500 krónar kílóverð þá væri þetta verðmæti upp á 150 milljónir og við miðum bara við mjög hófsama hagnað að þá væri hann 10% sem þá 15 milljónir. Það þýðir að með 65% afslætti eða ánafsláttarins þá ætti veiðigjaldið að vera 4.950.000 af þá 15 miljónir króna hagnaði og útgerðin tækir 10.050.000 en með afslættinum þá verður veiðigjöldin 4,2 milljónir og útgerðin heldur eftir 10,8 þannig að þetta nú öll óskum og ef að menn get ekki með svona litla útgerð, þetta lítil útgerð 300 tonna útgerð ef að menn get ekki lifað með 11 miljón króna hagnað á ári í slíkri útgerð, búið að taka frá fyrir fjárfestingum og öllu viðgerðum á skipinu, bótum á skipinu og allt þetta, veiðafærum og öllu. Þú gleymir einu. Þá eitthvað skrítið í gangi, sko. Hvað ríkistyrkur? Hvað þegar einn ákveðin útgerðarmaður fær leyfi til þess að nýta ákveðin magn af fisk í sjónum, það ekki ríkistyrkur? Jú, það mætti alveg ætla það er náttúrulega ekki það munur á jóni og sérajóni. Nei, þetta er sem sagt, þú ert með einkaleyfi á tilteknum magni aðgangi einkaleyfi að aðgangi að tilteknum magni, einhverju prósentu hlutfalli af heildarafla.
og svo þetta nú, getum við farið í endalausar Artur kannski ekki alveg sammála okkur þetta eru 12% sem þú mátt einn og sama aðeins, svo verður þetta allt mjög flókið út af tengslum aðila og svo framvegis en þannig nú bara kerfi, skilur, við erum ekki að tala það núna, við erum ekki að fara að breyta þetta veiðigjaldamál, það felur ekki í sig breytingar og lögum stjórn fiskveiða. Það ekki það sem undir þessu máli. En svo þegar við erum að tala tæknina í sjávarútvegi og vélvæðinguna og allt þetta, að þá það nú bara þannig að við erum með frystiskip. Þau hafa þeim ekki, fyrir ekki grip fram í þig, hefur þeim ekki eitthvað fækkað með eitthvað var? Jú, með við það sem var, hefur þeim fækkað verulega. Og hlutastlega með við Ísfistóra? Jú. Og þeim hefur meiri segja fristitórum hefur verið breytt í Ísfistóra, eins og hjá Brím og fleiri fyrirtækjum. Það fæst meira fyrir... Já, þeir bara, það sko, ég hitti krakka úr sjávarútvegsháskólanum á Akureyri fyrir mörgum árum síðan eða nokkrum árum síðan og þá sögðu þau að frystitogarar á Íslandi hentu útflutningsverðmætum sem hefði getað orðið 7-8 milljarðar bara í formi hryggja, hausa og lifur og innvols úr fiski. Já, ég ég þekki nú marga sem eru sjómenn og hafa verið á þessum mörgum sem fullkomnum skipum og meðal annars einu bestu frystitogurunum og það eru menn sem ég treysti bara mjög vel sem eru á þeim skipum hásetar og hafa sagt mér á þeirra skipi var nánast allt hirt, það að segja lifrin, hún fór í sérstakann geymslu og allt var hirt og mér að segja beinin í mjöl og svo framvegis. Þannig að vandi maður sá mikið múkkin út á hafi, hafði óskup lítið orðið að éta og það kannski skýringin á því að múkkin sækir orðið í byggð að hann hefur minna og minna að éta út á hafinu. Að hann fer þá að reyna að finna brauðmála og stela því frá öndunum. Þannig að auðvitað ekki gott að vera að henda verðmætum, en ég held að almenni trendin sé samt sá að eigendur útgerða sjá að það hægt að gera meira verðmætt heldur bara úr flakinu af fisknum. Það eiginlega borð í frystiskipunum það eiginlega þannig að það bara flaki sem hýrt. Jú, við hýrðum karfahausa, við hýrðum þorskhausa í sumum tilfellum, ekki kannski alla smæsta þorskin. En ég held að menn sé nú að halda eftir lifrin að því hún getur verið verðmætt. Já, hún ekki í frystitogurum, þá frystaðar hann ekki. Þeir frista hann ekki. En eru ekki með suðupott eða eitthvað? Það eru 2 skip á Íslandi sem eru með fiskimjölsverksmiðjur af þessum frystiskip. Og það til dæmis eitt fárlegt að vera að byggja ný frystiskip síðustu 10 árin og setja ekki í það mjölvinslur til að geta nýtt lifur og hryggi og svo bara margir sem éta lifurina í öðrum löndum þannig að það að selja hana bara til manneldi bara svoði niður og hún til hérna út í krónu en varðandi þessa umræðu með þetta að nýta allt upp í skít og gera verðmætt úr því sem algjörlega frábært. Það sem mér finnst alltaf hálfskondið að þetta tengt því að það hafi verið sett á kvótakerfi á Íslandi. Já, það náttúrulega öfumæli. Ef það hefði verið stýrt með sókn, hefði menn þá verið alveg blankó á efri hæðinni með að reyna að gera meiri verðmætt úr fiskinu. Þetta svo yfirgengileg, þetta bara þvættingur. Já, það en þegar við vorum að tala Kerasik áðan Kerasik, hvernig lifur vilja þeir fá? Vilja þeir frekar fá af dagróðrabát heldur en togara? Það veit ég. Ég held að þeir vilja nú hafa sem ferskustum fiski. Já, það ekki. Og ég bara nýtt þess að hafa verið áður fréttamaður og heimsótti Keresis í tvígang. Seinna skipti þegar var þessi ævintýralega góða sala á fyrirtækinu upp á 184 milljarða íslenskar króna sem náttúrulega mjög mikið fagnaðarefni og saga Keresis auðvitað ævintýraleg saga og góð saga.
og það gott að fyrirtæki hafi þróast með þessum hætti og íslenski vísindamenn með honum fer fram í broti fylkingar hafi fundið þessa aðferð að nýta þorskroði til að græða sár og sem hefur hjálpað til með sykursýkjusjúklingum sem fá sár sem gróa ekki að þetta hjálpað þeim. Bandaríski herinn hefur verið mikill viðskiptavinur vegna þess að þetta hjálpað líka særðum hermönum að græða þeirra sár miklu betur heldur en þær umbúðir sem til hafa verið áður. Og það sem mér fannst mjög forvitnilegt með Kerecis var í fyrsta lagi bara einbeitnin í þessu góða fólki sem að þróaði fyrirtækið að ég hélt sko að þetta væri svo stórt og mikið skilur að þeir þyrftu róða að kannski minnstakosti tugum ef ekki 100 tonna af fiski en ef ég man rétt, ég vonast ekki að ljúga upp á Fertram að hann hafi sagt mér að eins og starfsemin er núna kannski að þá hafa þeir þurft róða til að sinna sínu markaði af kannski 10 tonnum af fiski sem einn dagróðrabátur gætir kannski séð fyrirtækinu fyrir en ég held að þeir vil nú hafa fiskin sem allra ferskastan því svo eiga þeir eftir að verka róðið með kúnstarnareglu og með alls konar aðferðir sem ég kann ekki ensímum og annað til þess að gera þessar frábæru umbúðir og það sem auðvitað þó að ég sé nú ekki að gera lítið úr fjárfestingum ísfiskra fyrirtæki eins og Gunnvarar og annara í því fyrirtæki vegna að þau stóðu virkilega með Kerecis og það bara mjög mikið fagnaðarefni að þau gera það en þá var það náttúrulega fyrst og fremst fyrir sambönd Ólafs Ragnar Grímssonar fyrrverandi forseti Íslands sem er í heiðurstjórn í fyrirtækinu að í gegnum hans sambönd sem eru gífurlega mikil, þá var það hann sem að fékk ekki Steve Jobs hjá Apple til að koma inn með gífurlega stóra fjárfestingu inn í Kerecis sem var til þess að aðrir manstu hvað það var stórt? Það voru milljarðar en ég man ekki upp að hennar og það voru milljarðar en af því að hún kom að inn sem er mjög valkvæm á hvað hún fjárfestir og hún vill fjárfesta í grænum fyrirtækjum og nýjum lausnum og grænum lausnum að hún ákvaða að fjárfesta í Kerecis sem gerði gæfumuninn vegna þess að þegar hún var komin að þá var það ákveðin gæðastimpill á hugmyndina sem var til þess að aðrir komu að og spilaði stóra þátt held ég alveg örugglega í því að þessari sko markaðsókn Kerecis í Bandaríkjunum sem er mikil og merkileg og þessi starfsemi að reyna einhvern veginn að gera að segja sko eins og hefur komið fram í umræðinni að stjórnarflokkarnir kunni ekki að meta þetta að Gunnvör og fleiri aðilar hafi fjárfest í þessari starfsemi þá náttúrulega verið að reyna að draga umræðina niður á einhver plana hérna með séu hinnir gífurlega illa innrætta stjórnarlið sem hafi engan skilning það er nú mikið komið fram í umræðinni fyrsta lagi að almenningur skilji nú ekki til þessu máli almenningur sé svo vittlaus og í öðru lagi sé það nú þannig að stjórnarliða skilji heldur eiginlega ekkert í þessu skilji ekki fiskveðar skilji ekki neitt sem varandi rekstur fyrirtækja og annað og svo er gert lítið jafnvel úr og forsætisráðurinn og sagt að Sengulíkarinn hún hafi lært takfræði í Sovétríkjunum eða Austur-Þýskalandi skilur þannig að þetta er auðvitað fjarri lagi auðvitað kunna allir að meta það að fyrirtæki sem eiga afgang og ganga vel hvort sem það er í sjávarútvegi eða öðrum að þau séu framsýn í sínum fjárfestingum og styðji góð mál og fari í nýsköpunarfyrirtæki og svo framvegis þannig að allt hangir þetta nú einhvern veginn saman og þannig að ég vona nú bara að vegna þess að þjóðin hefur kallað eftir því áratugi að þarna sé að þjóðin fái í gegnum auðlindagjöld, veiðigjöld réttláta rentu af sko hagnaðinum að þessu engaleyfi sem aðila að auðlind þjóðarinnar. En hagnaðurinn kemur ekkert fyrir en það er búið að borga allt. Nei, hagnaður sko, svo skiljið bara hagfræði 101 sko, að hagnaður er svo upphæð sem stendur eftir þegar fyrirtækið er búið að borga allt hráefni, öllu sínu starfsfólki í laun og launatengd gjöld, er búið að afskrifa ákveðnar eignir
og búið að setja svo mikið fé í fjárfestingu í eigin rekstri til þess að segjum endur nýja bát eða gera við bát, kaupa nýja vél eða hvað sem allt sem við kemur rekstrinu þegar það allt farið frá þá og skattar búið að greiða skattana þá stendur eitthvað eftir sem heitir hagnaður. Það hinn hreina upphæð sem fyrirtæki hefur þegar búið að borga allt þetta. Og stóru fyrirtækin eru auðvitað með milljarðahagnað og að borga sjálfur sér kannski að borga út 2 upp í 5-6 milljarða í arð á hverju ári og ef að menn hafa efn á því að borga sjálfur sér fleiri milljarða í arð þá ætti nú ekki að vera ætti þeim ekki að vera skotaskuld úr því að þjóðin fengi nú líka að njóta hagnaðarins með einhverjum hætti. Og þennan hagnað á náttúrulega að nýta í ríkissjóð til þess að fara í alveg gífurlega nauðsynlega innviða uppbyggingu í landinu sem hefur setið á hakanum árum og áratugum saman. Bara sem dæmi að núna strax á þessu ári fyrirhugað að setja aukalega, ekki við með það sem var í lögum og vegalögum allir því, heldur aukalega 3,5 milljarða eða 4,5 milljarða í vikið á vegum landsins, þjóðvegunum, landinu út allt land og upp í 7 milljarða næsta ári eða þannig þannig að það að koma 20 milljarða sem að ríkið að setja í innviðuppbygginguna og hverjum nýtist innviðuppbyggingin, ekki bara okkur sem keyrum þjóðvegi landsins, heldur líka þessum gífurlegu flutningum sem eiga sér stað land allt á flutningabílum á verðmætum sjávarútafurðum sem verið að keyra landsvotn á milli annarkvort til að komast í flug til Keflavíkur eða komast í vinnslu frá einum stað til annars. Þannig að sterkir innviðir gagnast landsbyggðinni mjög vel að vegakerfi sé bætt og bætt við það og síðan hitt að það sé farið víðar í jarðgöng sem hafa ekki verið á dagskrá undanfarin ár hjá fyrir ríkisstjórn og nú stefnt að því að koma á dagskrá. Ekki síðustu 10 ár. Nei, þannig að allt hangir þetta nú saman og það ekki hægt að mála þetta upp þannig að öðrum megin eins og ég segi standi ykkur illa innrættir stjórnarliðar sem hafi engan skilning og hinum megin séu ekki benda á mig og hinum megin borðið sé stjórnarandstaðan sem hafi betur en aðrir mikinn og djúpan skilning á rekstri fyrirtækja og frystihúsa og útgerða og viti manna best af öllum í landinu hvernig þessu sé nú öllu best borgið. Ég nú alveg hissa á þér heimi því að ég hef nú aðeins eftir ég hef komið heim á skrifstofunni á daginn þá hef ég nú þann háttin stundum á að ég leggst aðeins smástund fyrir og þá veit ég gjarnan á Alþingisrásinni og leggst fyrir og lok augunum og mér líður bara eins og að Halldór Laxness ég bara les upp úr bókunum sínu. Þetta svo fróðlegt og skemmtilegt og uppbyggjandi. Þetta vera endurtekningar, finnst það ekki vera? Nei, hafa það gert það? Artúr, þetta persónuleg spurning og ertu að meina þetta í innlægni að ég líði eins og þú sért að hlusta á Halldór Kiljan Laxness? Þú getur rétt ímyndaðir. Nei, ég varðandi þetta maður náttúrulega velti því fyrir sig hvað getur ríkisstjórnin eða stjórnarflokkarnir gert til þess að koma málinu á í atkvæðagreiðslu og það búið að benda á þetta, það til einhver 71. grein og þingskapa og ég hafði nú fyrir einhverjum dögum að lesa þessa grein og ég fór að velta því fyrir mér þetta status quo í þinginu að þarna situr fyrir aftan þá sem í púltinu þingforseti og ég sé bara fyrir mér svona aðalfund bara hjá mér bara hjá Landssambands smábátaeigenda að við kjósum fundarstjóra og hann fer í pontuna og hann hleypir mönnum í pontu eftir því sem við á að ég veit ekki betur og ég búin að sitja 100 stóra funda undanfarin 40 ár en að fundarstjórar hafi almennt það vald að tilkynna ég loka mælendadagskrá eftir 5 mínútur. Þeir sem hafa áhuga að taka til máls gefur sér fram núna. Og síðan bara tæmist mælendadagskrá. Og ég velti því fyrir mér
ég get ekki lesið annað út frá þessari 71. grein heldur en að þetta sé bara allt í lagi, að þingforseti geti gert þetta. Og ég fer nú að halda að jafnvel það sé bara eina ráðið, sko. Sko þetta með misjöfnum hætti á milli þjóðþinga svona lýðræðisríkja á Vesturlöndum. Man rétt á í Noregi, þar bara tiltekinn tími settur til umræðu, 1., 2. og 3. umræðu á hvert mál og síðan tímanum skipt á milli flokka og þannig að þingmenn þar vita nákvæmlega hvað segjum við veiðigjaldumræðan og hún myndi taka 20 tíma eða hvað það er og 20-30 tíma. Já, whatever það er sko og eftir það henni lokið þannig að það er miklu manneskjulegra. Í Bandaríkjunum eru reglunar miklu flóknari og það sem kallað filibuster þegar er mitt svona málþó en þar getur einn þingmaður talað endalaust bara alveg endalaust meðan stendur og dregur andan hann má ekki borða í ræðustól, hann má drekka vatneldi en hann má ekki borða en hann getur ef að einhver þingmaður út í sal biður hann að, eins og þeir kalla yield your time, þar að segja þá getur ykkur samherji eða ykkur út í sal spurt hann að því hvort hann sé tilbúin að gefa eftir smá tíma til þess að hann komist í ræðupúlt og þá gerði hann til að spyrja hann að einhverju. Þannig að hann getur sest niður hans og hvílt sig en sko frægustu filibusterar í Bandaríkjunum hafa staðið yfir sko í marga daga en ekki í vikur og hérna erum við komin sko til á aðra viku í annarri umræðum þetta mál og það var langur tími líka í fyrstu umræðu og málið fekk mjög vandað meðferð í nefnd, það var kallað til 50 aðilar í nefndinni og það var mikil gögn og eiginlega bara, ég heyri þá á fólki sem þekki til að það er nánast einstæmi hvað mikil gögn liggja fyrir í þessu máli og þannig að þetta snýst bara það að það á ekki að leyfa meirihlutanum að koma sínu máli að í atkvæðagreiðslu og þá snýr máli hvert mér nákvæmlega svona að minnihlutin hefur jú rétt til að tala mikið mál sem honum mikið í mál að tala það er réttur minnihlutans en rétturinn nær ekki til þess að hann hafi neitunarvald vegna þess að þá myndi standa í stjórnarskránni að tiltekinn minnihluti þingmanna hafi neitunarvald á afgreiðslu mála á þingi. Það stendur ekki í stjórnarskránni. Það er ekki hugmyndin. Það stendur bara ekki í stjórnarskránni að nokkur aðili hafi neitunarvald. Það er einn aðili sem hefur svo kallað synjunarvald, það er að segja nú neitar forseti Íslands, nú synjar forseti Íslands lögum staðfestingar, þá fer það í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er ekki eins og forsetinn sem hefur neitunarvald, hann hefur heimild til að vísa máli til þjóðarinnar og þá er það þjóðin sem tekur að lokum ákvörðun það hvort frumvarpið á að verða lögum eða ekki. Þá segi ég, ef að stjórnarandstaðan hefði neitunarvald eða synjunarvald, myndi hún vilja þetta mál, þetta frumvarp færi í þjóðaratkvæðagreiðslu. Treystur á þjóðinni sem hún segir að meira og minna sé heimsk og skilja ekkert í þessu máli, meirihluti þjóðarinnar hafa engan skilning á þessu máli. En varst ekki bara að segja lausnina? Það er bara semjum það að þetta fari í atkvæðagreiðslu á þinginu, síðan þarf forsetinn að skrifa undir þetta, en það verði samið við forsetann nú þegar að vísa þetta til þjóðarinnar. Já, þú getur ekki gert það við forsetann. Nei, ég veit það. En svona er nú bara okkar stjórnarskrá og ég trúi því ekki fyrir en ég tek á því að menn ætli að vera þvílíkir eintrjáningar að þeir ætla að þvinga stjórnarmeirihlutann til að beita 71. grein þingskapalaga sem að mér minnir að hafa ekki verið beitt frá því 1949 þegar deilurnar stóðu gerði ekki Guðrún Helgadóttir þetta einhvern tíma? Aðild okkar að NATO. Í 70 eitthvað sem nei. Það getur að eitt skipti þar á eftir en ég man það ekki. 49 snerist þetta aðild Íslands að NATO og þá taldi þingforseti nauðsynlegt að grípa til þessa ráðs vegna þess að það var að renna út frestur sem var til þess að við getum orðið stofnaðilar að NATO. En sko þetta þetta heimild og heimild í lögum til þess að nota hana. Þannig að þó hún sem hafi ekki verið notur að sparlega. En ég trúi því bara ekki að menn ætli að vera þvílíkir eintrjáningar að þeir ætla að þinga meirihlutann á þingi til að beita þessari grein. En ríkisstjórnin er algjörlega staðráðin í því að þetta frumvarp verður að lögum og það verður að lögum á þessu þingi. Ekki eins og stjórnarandstaðan núna svona í
einhvers konar eftirgjöf að fresta því fram í ágúst, september og þetta að skoða máli betur. Þetta máli hefur bara verið skoðað mjög vel af öllum aðilum. Já. Og það nú öll ósköpin að þegar uppi staðið verður veiðigjald aldrei meira en 33% af hagnað, þar að segja þjóðin fær 1/3 og útgerðin fær alltaf 2/3 af sínum hagnaði. Hagnaðurinn og olíunni í Noregi 80% til ríkisins, 20% til þeirra sem að hafa hagnað af olíu. Ja, ég veit ekkert það, ég þekki ekki olíuviðskiptum og skiptingu gjalda og annað í olíuviðskiptum, en þetta bara staðreynd hvað þetta varðar og þjóðin algjörlega nógu upplýst til þess að geta skilið þetta mál, og þjóðin eins og við vitum sem hér sitjum, þjóðinni hefur verið ofboðið undanfarna áratug með það hvernig þetta hefur verið og hort upp á þennan auð, vissulega þeirra stærstu sem hefur verið þvílíkur að fyrirtækin vit ekki hvað þau að gera við alla þessa peninga og hafa þar alveg fjárfest í ótengdum rekstri eins og verslunarkeðjum og hótelum og veit ekki hvað og hverju og ef að menn hafa svo mikinn auð að þeir get ekki einu sinni eitt öllum hagnaðinu sínum í að betrumbæta sitt eigi fyrirtæki verða að spreða því að kaupa allan anskotan út tær og trissur, að þá náttúrulega gefur auga leið að þjóðin á að njóta þess, þjóðin á þessar auðlind og stendur nákvæmlega í lögunum stjórn fiskveiða að þetta ekki varanlegur réttur sem gefinn til útgerða. En samt sér maður glíta í það að það verður að ýja því. Ég sá einhvers staðar að ákveðnir þingmenn hefðu verið að ýja því að það væri verið að skerða eignarétt. Já, þetta var eigna upptaka. Já, væri eigna hvert menn eiginlega komnir í ganginum? Já, það að því að menn eru bara á því og það ekkert launungamál að það eru mjög margir þingmenn Miðflokks, Sjálfstæðis og jafnvel Framsóknar, þó ég held að sé nú minnst kannski þar í þessar áherslu sem að telja að með þegar að gefa leyfi til að veðsetja heimildina, þar með hafi orðið til eign og menn eigi þessar heimildir til eilíðan á sem það stendur ekki í lögunum. Nei, bara stendst ekki. En það hafi verið gaman að vita með þessa eign þegar það gengur þokkalega eins og núna, en við skulum segja svo að þorskstofninn myndi bara þurrkast út og við myndum ekki finna einn þorsk í Ísland og þeir eru þarna með eign upp á einhverja 100 milljarða. Býtum við, hvers virði hún? Hvað segir bankinn þá? Kemur þá ekki stórútgerðin bara á hlaupandi og segir, heyrðu, ríkið, við fengum bara afnotarétt. Þið verður að borga þetta. Þið verður að bæta okkur þetta. Já. Það hættið því. En það nú bara þannig eins og bara orðatiltæki og saga kennu okkur og mikill vill meira og eftir því sem þú ert ríkari þá ertu óviljugur til að greiða réttlátt gjöld og skatta til samfélagsins. En við megum ekki gleyma heldur einu í þessu heimir og það það að við erum að mismuna svo rosalega miklu í þessu fiskveiðistjórnarkerfi. Þeir eru með 2 tvítuga drengi í dag sem að vilja kannski fara til sjós. Annar á foreldra sem eiga kvóta og svo hinn sem á bara... Já, það alveg lögljóst, þannig bara búið að byggja þetta kerfi upp að veiðiheimilnar ganga og þurfum við ekki að snúa ofan af því að einhverjir eigi eitthvað. Ekki eðlilegast bara bjóða þetta upp á hverju ári eða kannski á 2 ára fresti eða eitthvað og þeir sem eru og trista sér til að eins og Artur Bogason og hans félagar gerðu. Þú veist náttúrulega að þetta náttúrulega búið að vera risavaxið deilumál hjá þjóðinni alveg frá því kerfið var sett á fyrir 30 árum eða 40 árum er ekki verið 40 ára? Það er 40 ár. Að Jóhann heitinn Ársælsson hétt þingmaður sem var fyrst fyrir Alþýðubandalagið og síðan Samfylkinguna. Hann útfærði mjög vel það sem kallað var fyrningaleiðin og Alþýðubandalagið og síðan Samfylkingin börðust lengi vel fyrir þeirri leið og fyrningaleiðin fól í sér
náttúrulega grundu til þess að útgerðarnar ættu ekki aflann, að þá væru 5% af heimildum hverrar útgerðar fyrir sig boðnar upp á opnum frjálsum markaði á ári. Þessar sömu útgerðir geta alveg auðvitað boðið í þær. Þetta þýddi að á 20 árum væri allar heimildunar komnar á markað. Frjálsan markað. Búrúla í tring. Já, og fyrir aðalega sem trúa á markaðslögmálin, þá var náttúrulega mjög sérkennilegt að vera á móti þessari leið og finna henni allt í foráttu. Og ef að menn vilja tryggja eins og þú ert að segja að auðvitað er því ungi maðurinn alltaf að eiga einhverja peninga, það leggur enginn að stað með 2 vasa tóma. Hann þurfti fyrstulega eiga bát eða skip og hann þurfti síðan að verða sér út afla og hann gæti farið á slíkan. En þarna gæti ungur maður kannski startað útgerð á litlum bát og gæti svo stækkað við sig eftir. Já, við höfum alveg dæmi svoleiðis. En andstæðingarnir sögðu líka þá, og bara til því sem heldur til haga, þetta myndi bara þýða að það var engin breyting eftir 20 árum, stóru og aldrei ættu áfram. Já, og ég vil meira, þetta kemur komast bara yfir allt. Já, það er spurning eftir því hvernig þú býður veiðiheimildir upp. Ef þú býður að þannig upp að þú þurfir ekki að borga þær fyrir þú landar þeim, þá getur trillukallinn keppt við stórútgerðina. Já, hann myndi leika sér að því eins og Landssamband smábátaeigenda var að gera núna, gera tilboði með 10.000 tonna þorski til að borga 100 krónur fyrir kílóið þegar þeir plús veiðilegagjaldi og miða við það að núna er stórútgerðina að gráta yfir í því hvort það eru 57 krónur eða 64. Já, þetta er allt mikil útfærslu atriði og þarna erum við komin náttúrulega langt út fyrir þessu umræðum veiðigjöldin. En það er alveg rétt. Þetta er bara umræða sem við þurfum að taka. Já, þetta er umræða sem þarf að taka og henni líkur ekkert. Og búa til jafnrétti meðal þjóðfélagsþegnanna. Já, og sko þessar umræðu líkur ekkert með þessum breytingum á veiðigjöldum. En ég held samt sem áður að ef þessi breyting fyrir gegn að þá sé þjóðin að þýleiturinn til sáttari við hennar hlut í auðlindinni og síðan bara býður hinnar endalausu áframhaldandi umræðu það að finna einhvern meira hluta fyrir því nýju fiskveiði stjórnunarkerfi í raun og veru. Svo umræður öll eftir og er ennþá í gangi og er búin að vera í gangi í 40 ára. Og ég sé nú fyrir mig Karl faðir minn sem var nú lengi vel sjálfstæðismaður og stuðningsmaður Sjálfstæðisflokksins og lét síðan af stuðningi við þann flokk þegar hann var útgerðarmaður sem lét af stuðningi við þann flokk þegar að kvótakerfinu var komið á í framhaldinu framsalinu og auðvitað þegar þetta kerfi kemur á ég man svo vel umræðinu sem var Vestfirðingar voru auðvitað mjög stórir í útgerð fyrir tíma kvótakerfisins. Áttu blómlega, það voru 4-5 frystihús á Ísafirði og í Hnífsdal og í Súðavík og Tálknafirði og Patreksfirði og Bíldudal, það voru allstaðar togarar og fiskvinnsla og allt það og það var náttúrulega atvinnulíf var allt annað, þá var nánast engin annar atvinnuvegur en þetta kannski, fyrir utan kannski á Ísafirði. En sko menn trúðu ekki eigendur útgerða á Ísafirði til dæmis og vesturum viðast. Þeir höfðu menn eins og Matthías Bjarnason og Þorvald Garðar og aðra sem þeir töldu bara að myndu sjá til þess að þetta kvótakerfi myndu nú ekki lifa. Og þetta er ekki svona og þar að leiðandi fjárfestu menn ekki í fyrsta árið átti þetta bara að vera til prúðu. Ég veit að, en menn sko trúðu svo sína menn, vegna Matthías Bjarnason var alltaf á móti þessu svo. En menn trúðu svo áhrifamátt, sannfæringarmátt sína manna að þeir glemdu sér og fjárfestu ekki í veiðiheimildum. Og veiðiheimildina voru meira og minna keyptar frá þeim. Og þar að leiðandi kom mikið hnignunaskeið fyrir vestan og íbúum vesturum fækkað í áratugum saman þar til að það eru orðið svo breyting að auðvitað kennir neyðin öllum að spinna og nýjar atvinnugreinar hafa brotist fram á þessu svæði. Ferðaþjónusta til dæmis fór miklu seinna á stað á vesturum heldur en annars staðar í landinu og það er líka hluti af vegagerðinu lagseldið og allt þetta þannig að menn verða að finna sér annur störf að gera og kannski háþróaðari heldur en bara það að flagga fisk
og þannig verður það að vera ef að samfélag ætlar að lifa, eins og við vorum að tala hérna áður með hagræðingur sem átt sér stað í fiskvinnslunni og fólksfækkun sem þarf til þess að vinna sama magna af afla, að þá verður fólk að nota, hvað ég var að segja, hugvitið og nýsköpunina til að búa til nýjar atvinnugreinar til þess að lifa af á sínum stað. En sko talandi það, þá mitt þessir nýju atvinnuvegir eins og fyrir Vestfirðinga að það ferðamennska sem bara gott mál og síðan þetta laxeldi. Ég hef sagt þetta nokkru sinnum áður en það allt í lagi að segja þetta einu sinni enn þess að þetta bara satt. Mér finnst alveg grátlegt að Vestfirðingar sem hafa fyrir framan tönnar á sér einhver gjöfulustu og flottustu fiskimið í heimi, ekki bara á norðurhveli heldur, bara í heimi, að þeir eru að reiða sig á einhverja norska eldislaxa í pókum út í firði hjá sér. Mér finnst þetta svo grátlegt. Þetta er bara afleiðing þessa kerfi sem við hefum ég veit það. En það jafn vittlust fyrir það. Já, það alveg jafn vittlust fyrir það og þannig það bara, en í raun og veru, hvað strákar, 90% af öllum afla sem dregin að landa á Íslandi unnin af kannski 5 stærstu fyrirtækjum landsins á örfáum stöðum á landinu. Reykjavík er den stærstu útgerðina og fiskverkun og svo var náttúrulega gífilega, eins og ég var að segja aðan, fullkomin fiskverkun í Grindavík og svo þetta Akureyri og Dalvík og eitt fyrir staðir á Austfjörðum og eitthvað eftir á Höfn held ég. En á öðru leyti, og Vestmannaeyjum, máttu ekki gleyma Vestmannaeyjum, en á öðru leyti er sko 28 þorp og bæir sem áður lifðu af sjávarútvegi meira og minna og afleidd störf komu þar út frá, ekki lengur með útgerð og ekki lengur með fiskvinnslu og það vill enginn tala það núna í þessum stjórnarflokkum sem áttu stærstan þátt í að koma þessu kerfi á. Lögðu þessi sveitafélög rúst. Þá var ekki grátið við því að þessi sveitafélög væru að missa lífsviðurværi sitt. Og þau hafa þessi sveitafélög þurft að finna aðra leiðir til að skapa atvinnu á sínum stað. Þannig að sko eitt það að kerfið ítir hlutunum saman og þéttir, en svo það líka tæknin sem að gera það verkum að það er færra fólk og allt þetta þannig að við verðum öll, saman hvar við búum í landinu, að vera hugvitsöm og finna aðra atvinnuvegi og leiðir til að skapa störf í landinu. Heyrðu strákar, þetta orðið ágætt hjá okkur í dag, en má ég segja bara langar að gefa okkur séns og segja eitthvað í lokin. Hvað segir þú, Artúr? Sko, nú erum við búin að sitja hérna og fjasa upp í hvern annan í tæpa klukkutíma og við höfum ekki ennþá minnst á það sem að ég tel að sé stóri vandinn í öllu þessu sem myndi leysa ótrúlega mikið ef að þar væru réttar reikniformúlur og það svo ótrúlega staðrend að við erum í dag að taka helmingi minni lífmassa úr hafinu í kringum Ísland heldur við gerðum fyrir daga kvótakerfisins. Við erum að taka meir en helmingi minni þorskafla að meðaltali á ári heldur fyrir daga kvótakerfisins. Ég tel að það séu einhverja skýringar til á þessu. Við höfum til dæmis í áratugi, eitt af því fyrsta sem Landssambands smábátaeigenda fjallaði það var að Hafrannsóknastofnun myndi rannsaka umhverfis áhrif veiðarfæra á hafrýmið. Í því felst engin fordómur eða fordómar, það bara spurning og óskun það að þetta verði rannsakað. Það að svara því hvers vegna fiskstofnum sem vaks ekki sem átt að gera með þessu kerfi. Ég sko hefur lest gamla skýrslur Hafró og það alveg lýgilegt að horfa á stöðun í dag með hvað stendur í skýrslum. En ég hef það bara á tilfinningunni að jafnvel þeir sem að starfa við Hafrannsóknastofnun, þeir hafa nú ekkert lesið yfir sig í þessum gamlu skýrslum. Nei, en þú hefur séð myndina hans Attenborough. Já, ég sá hana og það alveg efni í annan þá, sko. Ég ætla ekki að fara á þangað. Það langar mig að segja smá sögu að Karli pöðu mínum, sem fann ein gjöfulustu rækju með í Ísafjarðardjúpi á sínu tíma og þau eru nánast kennd við hann. Að hann var í stöðugu stríði við Hafrannsóknastofnun rækjuna og þeir Hafró sögðu við hann að rækjan væri staðbundin stofn í hverjum firði
Það semst ef rækja væri í Þorskafirði þá væri hún bara þar, það væri stopp sem væri þar og rækjan ferðast ekki nokkuð skapa hlutnarnast. Karlfaðir minn var með allt aðra kenningum það að rækjan synti mjög hratt sem er þetta að sína fram á, hún synti mjög hratt og getur farið mjög hratt yfir og hún væri flökkustofn og hún færi á milli staða. Þannig að þegar menn fundu sko árum saman enga rækju í held að einhverstaðar í Jökulfjörðunum, manni hver það var, því ekki nóg fráður það, en þá fann faðir minn þar risavaxin rækjumynd. Og pabbi sagði, sko, það var engin rækja þarna fyrir einhverjum árum. Hvaðan kom sér rækja? Og óks hún á hafsbotninum. Hvaðan kom hún? Einhvers staðar lítur hún hafa komið frá og vann þar leiðandi deiluna við Hafró að það væri bara staðbundni stofnar í einstökum fjörðum í Ísafjarðardjúpi og rækjan bara færi ekki nokkuð skapaðan hlut. Og þetta var einn deilan. Og síðan náttúrulega hefur sýnt sig til dæmis í Öxarfirði. Þar sem að rækja bæði kemur og fer að sumavetur er bara mókveðarækju og svo bara vetrum saman það bara ekki rækju kvikindi. Ég held að reyfing á hreyfanleiki sjávarlífvera sé í mörgum tilfellum miklu meiri heldur en er svona almennt reikna við. Það var einhver að segja mér því að varðandi ígulker þau bara ferðast bara með ótrúlegum hraða. Sæbjú og öll þessi kvikindi þau hreyfast öll. En við afgreiðum, við þurfum fleiri þætti Hafrannsóknastofnun á seinni tímum en ég þakka ekki kærlega fyrir komuna drengir og þakkum fyrir okkur. Takk.